Hér í Heiranesunni í Skagafirði hafa unghjón frá Sauðárkróki komið sér upp mjög fjölmennu búi. Þetta er reynda fjölmennasta bú í Skagafirði. En búið inniheldur 15.000 flugur og það má vænta fyrstu uppskerunar, það er að segja að smakka á hunanginu hér í haust. Hvað ertu að brasa núna? Nú er ég að kveikja upp í ósaranum og hann er ætlað til þess að búa til reyk sem hann sprautar sér inn til flugana til þess að gera það rólegri. Er þetta einhver gömul tækni? Já, ég held að það hefur verið notað bara frá því að fólk var að byrja að vera með býflugur. Þekkirðu þá sögu eitthvað? Hvað er búið að rækta býflugur lengi í heiminum? Ég veit það sem ekki hvað búið að rækta lengi en það búið að vera mjög langa tíma sem búið að vera að sækja hunang til þeirra. En síðan eftir snillingur sem ég fatt að það væri sniður að kannski bara hafa þetta í bakgarðinum, í búi, staðan fyrir að fara upp í tré eða eitthvað. Og það er það sem þú ert að gera? Þú ert með þitt eigið býflugna bú hér í Skagafirði? Já, þetta er alveg ótrúlega bara skemmtilegt. Og líka maður fær bara líka svona pínu öðru sér sín bara á náttúruna. Eins og maður til og með svolítið að hugsa í apríl að það til og með sér ekki neitt í blómstra en einu. En samt sér maður býflugur að vera að koma heim með frjódeg. Þannig einhvers staðar hlýtur að vera líf þótt að maður heldur það sé ekki. Það eru semst ekki í dvala allar yfir veturinn? Nei, þær eru semst vakandi. En eftir að fyrir að koma fyrstu frostin þá fara þau í klasa, bara í kúlu. Og þegar það færa sig bara eftir hunangsraumunum eftir í bara hvar hunang er. Og síðan hafa svona skiptast á hver eru innst og hver eru yst. Þannig að þetta er bara í smörgjasunum að náttúrulega mest hitinn er inni og minnsti fyrir utanklasan. Þannig þá er bara skiptast á. En er það bara kvenkyns þernurnar sem að lifa veturinn? Já, og drottningin. Ég held að druntarnir gætu kannski alveg að lifa veturinn af, en á haustinn þá er bara ekki tilgangur fyrir þeim, þannig þá bara henda þernurnar druntunum út. Og það er semst karlkyns flugurnar? Já, algjörlega. Þannig að þá þótt þessi fínt að vera karlfluga yfir sumarið, þá þurfa þeir bara að njóta lífsins og borða það sem þernurnar kom með, að það var ekkert frábært á haustinn. Þá er bara verið klippað við vængina og þeir reknir út og það er aldrei svona brútal. Í efsta kassanum, þar er bara hunangsflugur, sykurflugur ætla að segja. Og þá er kalt í veðri og það treysta sér ekki að fara út að þá geta það bara komið hingað og náð sér í fæðu. Já, er þetta sem sykurflugur sem þú býr til? Eða? Já, þetta er bara strásykur sem maður leysir upp í heitu vatni. Þetta er sennilega ekki það vinsalasta sem maður gerir er að opna búin þeirra? Ekki fyrir flugunar, það er náttúrulega ekki annað með það. Og hérna sjá eins og sagt, þetta er gott dæmi. Þegar maður kaupir svona bú og þá þarf maður að kaupa svona ramma og bívaks og það sést vel hér að það er bara rosalega, þetta er bara búið að þrykkja mynstrið í og síðan sjá þær sjálfar það að byggja út. Þannig að þetta er bara verið gert til þess að flýta fyrir. En hins vegar sagt, já, hafa þær mjög gott að því hafa ná að gera. Þetta eru vinnudýr? Já, algjörlega. Og eins til og með sem maður passar sig ekki á því að þær hafi nóg af römmum til þess að byggja út, þú veist að dýpka sem sagt hólunar eða til að setja hunang eða fyrir drottninguna verpi að þá sem sagt fara þernurnar að taka til sinna ráða. Hver eru þau ráð? Og það er bara búið til nýja drottningu og það vill maður alls ekki að gerist. Já, hvernig búa þeir til nýja drottningu? Sem sagt að drottningin, hún rauninni fær alveg sérstakt fæðu þegar hún er lirfa sem heitir Royal Jelly og rauninni ungviði hitt líka þernunum fær líka Royal Jelly en drottningin fara lengur. Og þetta drottningin er alveg töluvert stærri að þá þarf líka rauninni að stækka hólunar töluvert þannig að maður getur alltaf séð eða sé drottning eða hvort það sé ekki drottning. Þekkirðu þína drottningu? Já, það eru merktar með lit á hausnum og það er gerpaði til þess að maður sé fljótari að finna þær og líka til þess að maður viti hvað eru gamlar. Það maður skiptir drottningu á 3 ára fresti. Hver merkir þær?
bara sá sem að framleiða drottningarnar. Og hérna rauninni bara hunang sem þær gerði fyrra. Og búið að loka og þannig það rauninni þegar búið að loka hunanginu að þá rauninni getum maður að fara að taka frá þeim. Þeir búið að loka. Þær eru búin að vinna sitt verk? Já, 2/3 svo. Við sjáum munin hér, hérna hunang. Á meðan í miðjunni, þar sem kemur pínu svona ávalt og brúnari, að þar eru þernur. Sem lirfur sem eru bara að fara að breytast í þernur. Þannig að framleiðslan komin í fullan gang hjá þeim? Já, algjörlega. Þær byrjuðu bara í apríl, ótrúlega satt. Þannig að það er líka talað merkum það hefur verið bara ágætt veður í vor, þrátt fyrir það hvað fólk hefur verið að halda fram. Það er ekkert fara út nema það sé orðið alveg 6 gráður pluss. En hvað ætlar þú svo að gera með afraksturinn? Einhvern tímann væri nú gaman að geta selt nokkra krukkur. Það er svona hugmyndin. Mér finnst þú eiginlega að tala bara þær eins og mjög vitra skepnur, þær það? Já, það er raun og veru og eru með alveg ótrúlega sniða samskipta færni til dæmis. Hvernig? Og til dæmis, ef það finna eitthvað stað þar sem nógu blómum, að þá til dæmis geta þær sagt þeim frá með 2 aðferðum, eins og svona vigul eða hristidansinum, þar sem þær hrista sig í 1 sekúnda, þá er það 100 metrar, 2 sekúndur, 200 metrar. Og búið að sanna þetta? Já, þetta alveg fullt af fræðum. Og síðan snúa þær sig í hring eftir í hvað átt á að fara. Þannig að, og þetta líka svona pínu líðræði hjá þeim, að það er ekki nóg fyrir þær að sjá bara einhver fluga sé eitthvað hrista sig og snúa sér. Það smakka líka hvað hún kemur með. Og ef þeim líst vel að það, að þá fara þær þangað. Þetta verður spennandi að fylgjast með, þannig að fyrstu krukkurnar frá þér, hvenær eru þær væntanlegar að marka? Sko, allan að vonandi komast einhverju krukkur til heimilisnota núna í haust. En sem vonast til þess að ég geti verið komið það mikið að þetta setja eitthvað á markað. Bara næsta haust 2017. Það verður gaman að smakka það. Heldur að verður svolítið bláberja bragð af hunanginu þínu? Sko, það er spurningin. Ég er aldrei spennt, það verður svona eitthvað villi bragð þessu. Takk fyrir þetta, gaman að fá að sjá svona nýjar hugmyndir verða veruleika. Já, bara takk fyrir komuna.